Halló og velkomin í þáttinn minn. Ég heiti Sóley og í dag ætla ég að tala lag sem fjallar sögu og baráttu fyrir réttlæti. Lagið heitir Hurricane og eftir Bob Dylan sem gaf það út árið 1975. Lagið fjallar mann sem hét Rubin Carter og var kallaður Hurricane. Hann var ranglega dæmdur fyrir morð í Bandaríkjunum. Bob Dylan skrifaði lagið til að vekja athygli á málinu og gagnrýna kynþáttafordóma og ósanngjarnt dómskerfi. En hver var Rubin Hurricane Carter? Rubin Carter var fæddur 7. maí 1937. Hann var boxari og var orðinn frekar vel þekktur, en árið 1966 var hann handtekinn fyrir morð á 3 manneskjum í bænum Paterson í New Jersey. Samkvæmt CASanders.net voru engin sönnunargögn sem tengdu Carter við morðin. Vitnin sögðu seinna að lögreglan hafi þrýst á þau að ljúga. Þrátt fyrir þetta var Carter dæmdur til lífstíðar. Það tók næstum 20 ár þar til hann var dæmdur saklaus, en það var árið 1985 þegar dómari sagði að kynþáttafordómar hefðu haft áhrif á málið. Hvernig tengdist Bob Dylan málinu? Bob Dylan var þekktur fyrir að skrifa mótmælaleg lög sem fjallaði réttlæti og samfélagsmál. Árið 1974 las hann ævisögu Hurricane Carters The 16th Round og fékk mikla samúð með honum. Hann heimsótti Carter í fangelsi og eftir þá heimsókn ákvað hann að semja lag málið. Dylan vann lagið með Jacques Levy og þeir ákveðu að segja söguna eins og frásögn, smá eins og kvikmynd í lagi, enda það rúmlega 8 mínútur að lengd. Hvernig lagið? Lagið byrjar á mjög dramatískan hátt. Pistol shots ring out in the barroom night. Enter Patty Valentine from the upper hall. She sees the bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Þetta byrjar strax að segja söguna morðin. Textinn heldur áfram með lýsingu á hvernig Carter handtekinn eftir að eitt af fórnarlömbunum sagði að hann var saklaus. What you bring him in here for? He ain't the guy, lína í laginu. Í textanum lögregla að tala við mann, Arthur Dexter Bradley, sem var félagi Bello. Bello var á staðnum þegar morðin voru framin en sagðist aðeins hafa verið að ræna staðinn. Lögreglan sagði við Arthur, You think you'd like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. Á þessum tíma og ennþá í dag kynþáttur of stór hluti af áliti réttarkerfa og líka bara hjá einstaklingum. Dylan segir ekki bara frá því hvernig Carter var sakaður út á kynþætti sínum, heldur líka hvernig Bello og Arthur voru dæmdir saklausir en síðan notfærðir til að ásaka Carter. If you're black, you might as well not show up on the street, less you wanna draw the heat. Þeir voru báðir hvítir glæpamenn sem sögðust ekki hafa séð þann eða þá sem skutu fórnarlömbin, en síðan voru þeir mútaðir af lögreglunni til að henda skuldinni á Rubin Carter og John Artis. A poor boy like you could use a break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. Now you don't want to have to go back to jail. Be a nice fellow. You'll be doing society a favor. Þetta það sem var sagt við Arthur í lagi Dylans. Svo í viðlaginu segir Dylan, Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame. Það segir frá því að ekki hægt að kenna miklu öðru en lögreglunni og kerfinu. Samkvæmt Grow Think Tank vildi Dylan ekki bara segja söguna, heldur líka vekja fólk til að hugsa réttlæti.
Tónlistin sjálf er frekar hröð og kraftmikil sem gefur laginu mikla spennu og orku. Mér finnst lagið vekja tilfinningar og vorkunn gagnvart Carter. En vakti lagið almenn viðbrögð og hvert var álit fólks? Þegar lagið kom út árið 1975 urðu viðbrögðin mjög sterk. Sumum fannst deilan ganga of langt. Lagið var meira að segja bannað á einhverjum útvarpsstöðvum. En flestir töldu þó að hann hafi vakið fólk til vitundar óréttlætið í málinu. Lagið varð fljótt vinsælt og fékk fólk til að tala málið. Það hjálpaði Rubin Carter að fá þessa athygli og stuðninginn sem var svo hluti af því sem leiddi til nýrrar réttarmeðferðar. Rubin Carter sagði síðar að lagið hefði gefið honum von á meðan hann var í fangelsi. Árið 1999 kom svo kvikmyndin The Hurricane þar sem Denzel Washington lék Carter og hún byggir á sögu hans og laginu hans Bob Dylan. Hvað gerði Rubin Carter eftir að honum var sleppt? Carter flutti til Toronto, Ontario, Kanada. Hann aðstoðaði aðra við að skrifa bækur líf hans. Hann giftist konu að nafni Lisa Peters en þeir skildu við hvort annað eftir 6 ár. Hann vann svo hart að því að aðstoða aðra sem voru dæmdir þrátt fyrir að vera saklausir. Hann hjálpaði ótal mörgum, en eitt af því seinasta sem hann sagði var "If I find a heaven after this life, I'll be quite surprised. To live in a world where truth matters and justice, however late, really happens, that world would be heaven enough for us all." Hvers vegna fjalla ég þetta ákveðna lag? Þegar ég var að velja lag til að fjalla í þessum þætti, fann ég lista af lögum til að velja á milli. Ég hlustaði á fyrsta lagið á listanum og ætlaði að skoða fleiri áður en ég valdi eitthvað. Annað lagið á listanum var Hurricane. Það greip mig strax. Mér fannst sagan vera svo áhugaverð og ég vildi segja frá henni. Að lokum finnst mér Hurricane sýna hvað tónlist getur haft mikil áhrif. Bob Dylan notaði lagið sitt til að segja frá raunverulegu óréttlæti og hann hjálpaði manni sem margir hefðu annars líklega gleymt. Þetta lag er áminning að stundum getur einn einstaklingur, eitt lag eða eitt verk breytt mjög miklu og ég hvet ykkur til að fara að hlusta á lagið. Takk fyrir að hlusta.